Guðný, þú ert búin að vera í framlínu stjórnar bæjarstjórnar Reykjanesbæjar síðastliðin 12 ár. Hvernig er tilfinningin að vera komin í minnihluta? Hún er blendin, skulum alveg segja það. Þetta er búið að vera löng og góð 12 ár, við erum búin að skila góðu verki. Þannig að þetta er bara vilji íbúa á þessum kompu kössunum. Þannig að við bara verðum í þéttum minnihluta eins og okkar er vanið og stöndum vörð okkar góðu verk. Ertu búin að horfa tilbaka, er eitthvað sem klikkaði í kosningabaráttunni? Ekki þykir mér það, nei. Mér fannst hún ekki óvægileg, mér fannst hún ekki grimm. Þetta voru nokkur forgangsatriði, blokkastefna annað sem að maður finnst svona pínu kannski léttvíkt, ég segi það ekki. En þetta, nei, við lögðum allt í þetta, gáum allt í þetta, en það er erfitt að vera í vörn lengi og 12 ár er langu tími. Þannig að við erum bara stolt af okkar verkum. Og á að vera allra stunda störfin í minnihlutunum og veita þeim gott aðhald? Að sjálfsögðu. Við stöndum okkar plikt. Þú allavega þekkir málefnin vel eftir 12 ár í framlínunni. Heldur betur. Við erum sérfræðingar í bænum okkar og við höldum því áfram þótt við séum komin í minnihluta. Er eitthvað sérstakt sem slær þig svona af því sem að nýr meirihluti er búin að vera að tala um og eða lofa? Já, ég hef áhyggjur af þessum ½ milljarði í sparnað strax. Ég hef áhyggjur af starfsfólkinu okkar, ég hef áhyggjur af verkefnunum okkar, framkvæmdunum okkar, viðhaldinu okkar. Þannig að þau eru ekki búin að sýna nein spil, en við erum nú að fara að funda inn á eftir, þannig að við sjáum hvað kemur út af því. En jú, ég hef áhyggjur af því og við erum að klára stóru grunnskólaverkefnin okkar, hvað verður þau, þannig að þetta bara kemur í ljós.